Fantasy hefst á föstudag. Epic ætlar að taka Fantasy alla leið. 5 milljóna prize pool fyrir 10 efstu sætin. Og munið, það má ekki vera með í neinni annari deild. Það verður allt saman tilkynnt inn á Dr. Fútbol Leikmenn, síðunni sem að allir á. Langbesti fantasy spilari landsins, Teddy Ponsa, mættur til mín. Og ég meina, Teddy, það eru margir sem hafa velt þessu fyrir sig, hvernig þú velur liðið, hvað þú gerir. Sko, það ekki bara einhver svona tilfinning mín að þú sért besti fantasy-spilarinn, það staðreynd. Það gögn. Það gögn. Við erum mjög gögn til að baka það upp og við tökum síðustu 10 ár og þá ég einhvers staðar milli 20 og 30 í heiminum sem ansi gott og svona það sem að gera það að verkum, það kannski ákveðin stöðuleiki sem á milli ára. Það aldrei neitt eitthvað hörmungatímabil og svo koma góðu tímabilin inn á milli. Ég svona kannski konservatífur í minni nálgun, kannski með við marga og það sem bara gott að hafa þig hérna á mótinu. Já, heldur betur, ég bara wildcard í þessum leik, ég gangandi wildcard í þessum leik og ekki bara henda okkur beint í þetta. Ég meina, þú ert mjög svona, sko, flestir myndu byrja á að velja markmann eða eitthvað slíkt, en ég held að stóra spurningi sem allir sem að horfa heima að velta fyrir sér, Haaland eða engin Haaland. Við erum að tala að Haaland kostar 15 milljónir sem 15% af budgetinu og ég meina það ofboðslega ákvörðun að ætla að taka inn Haaland. Ætlar að taka Haaland eða ekki? Ég ætla að taka Haaland og ég ætla bara að segja það líka að Fantasy gerðu góða hluti með hvernig verðlöðu leikmennina núna. Það svona almennt búið að hækka mikið þannig að á síðustu árum og þú hefur getað nánast verið með alla sem þú vildir en nú þarf það að taka stórar ákvarðanir og ein af þeim ákvarðunum hverju af þessum premium leikmenn ætlar að vera með inn og Haaland þar langdýrastur. En ég ætla að vera með Haaland og ég ætla að sýna þér af hverju. Sérðu hérna, Chelsea úti, þú veist, Badiashile og Disasi í Hafsendunum, hann getur meitt þar. Sérðu hérna, Monileikurinn í annar umferð, Ipswich heima, Ipswich búinn að fara upp 2 deildir og 2 árum. Þarna viltu vera með bandið og Erling Haaland og ég ætla ekki að sitja heima hjá mér og bak við sófa meðan þessi leikur ég ætla bara að fá að challenge þetta. Ég ætla ekki að setja hérna Haaland í liðið mitt. Ég meina, af hverju ekki? Það af því að ég horfa á þetta. Ég held að Chelsea úti, Chelsea var bókiliðið þeirra í fyrra. Hvernig fór Chelsea Manchester City? Í fyrra? Á brúnni. 4-4. Quadro. Það fara ekki auka stig fyrir að vinna leikinn, sko. Þetta snýst að skora mörk og stóðsendingar. Þetta er eina liðið sem unnu ekki á síðustu leiktíð. Liverpool, þeir unnu það ekki heldur. En allavega, ef við skoðum þetta, Ipswich, Money Game, ég áttum á því. Vestam úti, það miklu erfiðara leikur en nú heldur. Lopetegui og eitthvað. Brentford heima geggjafixtur, ég alveg sammála því. Arsenal, 0-0 í fyrra, Newcastle úti, mjög erfiður leikur, ég meina, þú veist, ég sé fullt af erfiður leikjum, svo sé ég veislu eftir það. Já, en þú komir hérna í 5 og 6, það ekkert sem segir að Erling Haaland verið í liðinu mín í 5. eða 7. umferð. Ég að velja hann fyrir hérna fyrstu 4 leikina. Þá til dæmis á Mohamed Salah mjög góða leiki í 4 og 5, þannig að það eitthvað sviðsmynd. Erling Haaland fyrir inn. Þannig að stóra ákvörðun hefur raun og verið tekin og þú veist, út frá þessu þarf við að byggja allt liðið. Förum þá bara í markmennina. Hvað ætlar að gera í markmannsmálum? Sko ég hef nú yfirleitt verið þannig að ég vil byggja þetta á ódýrum markmönnum. Helst ekki að eyða meiru en 8,5. Við erum með 1,4,5 og 1,4 og stundum bara 8 eða við erum með spilandi 4 milljóna markmenn sem þetta ekki staðan núna. Þeir ekkert rosalega margir bitastæðir en við sjáum að Pickford búið að hækka. Ræi komin í 5,5, Leno komin í 5 og Nana í 5. Þannig að eiginlega á milli Flekken og Dean Henderson. Og hann hérna, Dean Henderson hefur sýnt okkur að hann góður shotstopper sem að skila stigum. Sáum hann með Sheffield United fyrir nokkrum árum síðan. En við erum að horfa á miklu óvissu með Crystal Palace. Það er verið að bjóða í Mark Guehi, það er verið að bjóða í Joachim Andersen. Hvað gerist ef að... ef og hefði. Við erum með stöðuna. Og þetta að mínum mati besti 4,5 milljóna markmaðurinn eins og staðan núna. Þannig ég ætla að byrja með það. Flekken finnst mér ósamfærandi, þannig ég ekki tilbúin að fara þangað. Þannig að sjá til, ég held að þetta verði, þú veist, þetta líka gera það verkum að ég geti eitt meiri pening annars staðar. Á mikilvægast stað, hver backup markmaðurinn? Það backup markmaðurinn. Sko þarna þarf aðeins að hugsa því að það enginn af þessum markmönnum sem eru hérna
er að fara að spila eins og staðan núna. Þannig að þá þarf þetta að tvennt í huga. Þú vilt ekki taka, þetta eru mikla pælingar. Þú vilt ekki taka mann sem með hátt ownership, eins og við segjum, af því að líklegastu til að droppa. Það margir að taka Turner er ekkert að fara að spila, hann er þriðji markmaður Nottingham Forest. En menn sjá hann er ekki að spila, einhverju sem veit ekki neitt, þeir fara að selja hann, 3,9 árun og veist af. Þannig að þú vilt markmann sem er með lágt ownership og liði sem voru ekki líklegur til að taka 3 leikmenn frá skilum, þetta er ekki brokkarspott. Ég tekur öll þessi box, Hákon. Ég vil hafa Hákon, mér líður líka bara vel að hafa Hákon þarna. Ég meina, ég er rosalega ánægð með að vera með Íslendingum af því að þú veist, inclusion skiptir máli og að geta verið með hann þarna inni. Sko, eins og ég ætla að hugsa þetta í ár, þá bara, er það sama, má ég aðeins? Ok, þá ætla ég að gera svona, ég býst við því að ég fari í gamla skólan minn og velji bara Ariola og Fabianski. Af því að ég held að ef Ariola dettur út, þá bara Fabianski komin í markið. I have a problem for you. Það er veslitt í fótingum. Veslitt í fótingum. Ég held bara að hann sé, heldur að Fabianski sé komin í að vera the grand old man. Ég held það, já. Fyrst er að taka, við sjá til, en ok, hérna talandum fixtures. Já. Ég meina, Manchester City heima getur verið bara einhverju endalastu skotum og maður... Ég sé ekki mikið klísu. Nei, þetta er alveg hérna... Þú veist, valid, en ok, ef þú ert 100% viss að Fabianski... En það er margir að taka Flekken og hérna Hákon, til dæmis, bara þessari sömu ástæðu. Þetta er fínt taktík ef þetta spilast þannig. Ég ætla ekki að velja 4,5 markmanni minn út frá hvaða 4 milljóna krónu markmenn eru varamarkmenn, sko. Ég ætla ekki að nálgast þetta þannig. En ef þú velur 4,5 milljóna markmann og varamarkmaðurinn er á 4, þá er það skynsamleg nálgun. En ég meina, sko, en ég meina Henderson bara með hörku samkeppni í Sam Johnstone. Nei, Sam Johnstone er samkvæmt nýjustu fréttum að búið tilkynna að hann vil fara frá Crystal Palace. Og þá er að tala að Glasnerinn hafi bara tilkynnt honum það að Dean Henderson sé nummer 1. Og hérna, þá er spurning hvort að þessi Matthew sé hérna en það er bara mikið að spenna. Ég vil ekki blokka Palace-spott í varamarkmann. Ok, við slum allan ekki nota ómikinn tíma í markmann. Við slum segja skilið við þá þú ert með Hákon og Henderson í hérna markinni hjá þér. En við förum í vörnina. Sko, hvernig horfið þú á þetta? Því að nú er verið að tala um að þessu færri bónustig væntanlega í boði fyrir varnarmenn. Kannski aðeins að fara ofdjúpt í það. Hvað ætlar að vera með marga premium varnarmenn eða ætlar að því að þú ert með ofboðslega dýran leikmann hér, þarf það ekki vörnin að vera aðeins ódýrari? Hún er, í grunninn er hún ódýrari, en ég vil hafa leikmennarnir inni sem eru líklegir til að skora eða leggja upp. Og ég ætla að fara bara beint í þann dýrasta. Sem er hérna, Defenders. Sem er engin annar en Trent Alexander-Arnold. Vonbrigða tímabil hjá hann í fyrra, vissulega Jürgen Klopp og byrjar að nota hann einhvers konar svona quarterback, pivot þarna, dökkuna miðju. Við erum búin að sjá á undirbúningstímabilinu. Þetta er meira svo gamli Trent, hann er að komast í góðar stöður, hann er að komast í overlap í þessar fyrirgjafastöður. Hann er nálægt markinu í skotstöðum og annað. Ég ætla að byrja með hann, það er ákveðið komfortu því að vera með dýra varnarmann þarna. Ef mig vantar einhverstaðar 2,5 í einu transferi, þá er þetta kaskáið mitt þar líka. Getur sótt peningin þangað. Pælingi þar og þessi fyrstu, ef við kannski tökum það erfiðasta kannski sem að þeir munu spila á tímabilinu á Old Trafford í 3. umferð, og þá gerist þetta ekki betra. Ipswich úti, Brentford heima, Forest heima, Bournemouth heima, fyrstu 5. Trent er bara no-brainer. Já, fyrir mér bara, ég vil bara hafa hann þarna. Sko, ætlar að taka annan premium varnarmann fyrir 5 eða 5,5 eða eitthvað slíkt? Sko, ég er að skoða það er einn leikmaður sem ég er mjög hrifinn af, sem kostar 5. Leikmaður sem var með í fyrra og hann skila mér ekkert rosalega mikið að stigum. Þetta var á kaflanum sem að Crystal Palace var upp í sitt besta, þegar að Mateta var að delivera, þegar Ese og Lise allir þessi gæðar. Það er Kólumbíumaðurinn Geðugi. Það er Munosinn. Sko, ég horfði á hann, maður var með mikið af skins in the game, eins og maður segir, í þessu Crystal Palace liði, á tímabili fyrra, og var með þennan og horfði á alla Palace leiki. Hann er ekkert eðlilega framalega. Oft, ég hugsa þetta, ég er að fá varnarmann sem er eiginlega miðmaður eða sóknarmaður. Þannig að, þú veist, kannski klikkar þetta,
en hann er komist í góða stöður og líklegur hann að skilir mér inn marki. 5 milljóna varnarmaður frá Palace, það kemur verulega óvart. Þetta óponsulegt mjög move, ég skal alveg viðurkenna það, en þarna maður kannski að horfa svolítið í það sem ég elska þegar þú færð svona out of position gaura. Þó að þú veist, hann er wingback í varnarmaður samkvæmt þeirri skilgreiningu. En hann er að komast í það svona advanced stöður sóknarlega. Hann er redkant, hann er rautt og guðspjöld, sko. Þessi? Já, ég sá hann í Copa America í sumar, á Copa America-torginu. Er það ekki bara þegar hann kemst í það umhverfi? Jú, gæti verið. Við förum í fleiri varnarmenn, ætlar að taka fleiri varnarmenn á top 6, eða? Nei, svo er næsti hjá mér sem við tökum. Þetta kemur þau líka gríðarlega óvart. Þarna er ég að horfa á Anthony Robinson, Bandaríkjamaðurinn. Bandaríkjamaðurinn Knái. Þarna er ég líka að horfa á stóðsettingar. Við sáum í fyrra að clean sheetin voru svona, það var erfitt að spá fyrir þeim. Það var Arsenal, annars var þetta bara svolítið happoklapp. Þannig ég er að taka 4,5 milljón króna varnarmann. Þá vil ég að það sé uppsett í honum í mörkum og stóðsettingum. Ég er aðeins búinn að vera að fylgjast með undirbúningstímabilinu. Gríðarlega sókndjarfur og búinn að leggja mikið upp og svona, og annað í þessu vissulega, ég ætla að geyma hann á bekknum í fyrstu umferð á móti United, en svo er þetta Leicester, Ipswich, West Ham heima, Newcastle heima, Forest úti, fyrstu 6, ég bara líður vel að spila honum eiginlega í öllum öðrum leikjum nema kannski á Old Trafford á föstudaginn. Spennandi. Ég meina, hvað er svo með meira? Svo ætla ég að fylla út í, þetta er svona Ponsan special, vera með 2-4 milljón króna varðan. Það sem ég hef yfirleitt verið með 3-4 miljóna. Music to your ears. Hvað ætlum að fara í fyrra? Förum við Ipswich eða hvað ætlum við? Já, við förum, ég ætla að byrja á svona, ég ætla að powerranka þetta svolítið. Það er þessi Barco strákur Brighton voru reyndar að kaupa leikmann sem ég man ekki alveg hvað heitir í gær. Tyrkinn. Hann er í sömu stöðu. Hann getur spilað sömu stöðu, getur líka spilað hægri bakvörð, en þetta er short term af því að ég er eingöngu að hugsa hann í fyrstu umferð, af því að svo getur hann bara verið á bekknum og hinir þrír geta spilað. Barco, ég held að hann byrja alveg örugglega á móti Everton. Estupinian er í langvarandi meiðslum. Hann er búinn að spila á undirbúningstímabilinu, hann er verið að taka horn og aukaspyrnur. Þannig að það er alveg bara allt sem ég vil heyra. Hvernig ætlar hann að taka svo Herru, svo er ég með sá sem er með flottasta nafni í deildinni. Það er Ben Johnson. Ben Johnson, hann er sama, hann er að spila svona wingback eða í fjaramannalínu líka á undirbúningstímabilinu. En ég vil vantarlega ekkert nota mikið. Leif Davis, þetta er mjög sókndjarfur, 18 stóðsendingar og 2 mörk. Ótrúlega tölfræði. Ég meina, þú ert með kannski öruggasta 4 milljóna pikkið, gæti mögulega verið Harvard Bellis. Hann er alltaf að fara að spila. En þér líður vel með þetta svona? Mér líður vel með þetta svona, ég mun ekki nota mikið, annar ef að menn eru að spá í því, og átt fæs líka. En þú fann nú vel bara sjálfsmörk með honum, þannig að því hversu ráðlagt það er. Pálsson, förum á miðsvæðið. Og ég meina, út af því að þú ert bundinn, búinn að binda 15 milljónir af þínum peningum í Erling Haaland. Hvað ætlar að gera á miðsvæðinu? Það er stóra ákvörðun sem ég er búinn að vera að fara með minni fjölskyldu síðustu daga. Er að ég er að taka Trent, ég er að taka Haaland. Get ég komið Salah fyrir, og ef svo er at what cost. Ég er búinn að komast að því að ég ætla ekki að hafa hann til að byrja með. Ég ætla ekki að hafa hann, og það er ástæða fyrir því sem ég kem á eftir, en ég ætla bara að byrja á þeim dýrasta Bukayo Saka, hugsanlega brotinn eftir úrslitaleikinn á EM í sumar. Þú ætlar að taka sénsinn. En ég ætla að taka sénsinn, sjáum fyrstu, mér líst vel á þess að, vissulega Aston Villa marka sem 4, en ég sá nú varnarleik Aston Villa í fyrra, þeir gátu oftir galopnir. Þannig að mér líst vel á þess að fyrstu 3 leiki. Þú manst að Aston Villa var martraðarlið, og í raun og veru fóru með titilinn í ruslið fyrir Norður-Lundunarlið. Já, það er alveg hárrétt. En unnur reyndar voru ekki Arsenal og City á 1-0 bæði á heimavelli. En allavega, þá ætla ég að byrja með þetta svona. Saka
endaði síðasta tímabil gríðarlega vel, þeir svona tvíkuðu hans til og hann var svona Hann endar enda meiddur, eða ekki? Já, Svona alveg í blálógin? alveg í blálógin en svona kannski í rönninu sko, þá hafði hann verið svolítið svona utarlega fyrir minn smekk, hann var svona komið nær markinu og var að skora og leggja upp. Þannig að öll tölfræði sýnir það að hann var bara rétt og eftir Sala á síðast tímabili. Þannig að ég spara 2,5 og svo kannski ræðum við eftir hvað, ef við erum með Sala, hvaða fórnir ég þyrfti að færa, þá kannski meikar þetta aðeins meira sens. Næsturinn, ég er ekki með Sala, en við fórum yfir leikina áðan hjá Liverpool, fyrstu leikina. Diogo Jota, hann að sementa sig sem númer 1 striker hjá Arne Slot. Verið heitur undirbúningstímabilinu. Þetta svona þetta pikk til skamstíma, ég átta mig á því, en einhvern veginn að geta fengið Jota þarna inn, fengið þessi fixtures, mér líður bara vel með það sko. Sko, Jota verður að bli mörgum liðum þar sem hann búin að vera heitur undirbúningstímabilinu. Hversu mikið horfur í undirbúningstímabilinu þegar þú setur upp þitt lið? Ég horfi það bara, sko, fyrir að spila? Alveg slatta. Mér finnst betra, leikmenn eins og Erling Haaland og vissulega Sala, þá hann sé ekki í liðinu hjá mér. Leikmenn sem voru ekki á EM, eru búin að taka allt undirbúningstímabilið. Þeir eru auðvitað líklegri til að byrja deildina vel heldur leikmenn sem voru að koma í síðustu viku sko. Þannig að það er svona bæði það og líka bara hversu svona neild menn eru í sínu liðum sko. Svo erum við að væntanlega næsti miðjumaður. Já, við tökum þetta bara í svona í verðröð, þar tökum við Anthony Gordon. Það er leikmann sem myndi forðast. Ég myndi forðast því að ég held að hann spili ekki til að byrja við. Hann er einn af þessum leikmannum sem ég held að bara komi. Það er búið að vera eitthvað, hann er ekki búin að spila neitt undirbúningstímabilinu. Já, spilaði 45 í síðasta. Já, 45 mínútur, ok. En ég meina, Eddie Howe, sko, mál með hann, ef þú ætlar ekki að taka hann í byrjun, þá ertu ekki að fara að taka hann. Þarna, fyrstu 3 leikirnir, Southampton heima, Bournemouth úti, Spurs heima, þetta öskrar á mig mörk. Þú munt sjá eftir þessu. Ok, þá bara sé ég eftir þessu. En ég átta með þetta fixture er geðveikt. Já, en sko, ég get alveg sagt þér það að þetta er svo leikmaður sem að hann er svona síðast, eða fyrstur eða annar út ef ég gerir einhverjar breytingar af sömu ágjum og auðvitað mun ég meta þetta og þetta er ákveðin svona áhætt eins og staðan núna en ég held, þegar við erum að tala saman í dag, að hann byrji helgina. En sko, þegar maður sér þessi fixture hjá Newcastle aftur, ég meina, af hverju setur ekki Nick Pope í markið? Á 5 milljónir? Já, á 5 milljónir og verður með vald á Hákon með honum. Þá þarf ég að færa fórnir annars. Já, þá getur þú fært fórnir með einhvern Munoz Munoz, nei, hvað? Ok. Þá missa mörkunum hans. Ok. Nei, ég meina, ég meina, Newcastle þarf líka bara að sýna mér að þeir séu sama varnarfórs og þeir voru. Þú verður að vera fyrir 2 árum með Pope. Það er ekkert sem að segja mér að það sé sjálfgefið. En það verður þá bara komið ljós. Ok, svo er það leikmaður sem að ég er gríðarlega hrifinn af. Eberechi Eze. 7 milljónir, 90 mínútur, á vítum, aukaspyrnur, neymit. Þetta er svona, þessu köllum talisman. Hann er bara, þetta lið snýst í kringum hann. Það er verið orðan við Tottenham og Manchester City. Þannig að það er svona eitthvað sem ég þarf að skoða, bara svolítið í vikunni. Og ef hann færi Tottenham eða Manchester City, þá myndir þú myndir hafa minni áhuga á hann þá. Ef það væri svona líklegt að það myndi gerast. Missir vítin, missir aukaspyrnunar. Já, bara komin í eitthvað rotation hlutverk mögulega. Þá er hann orðinn allan til að byrja með, þá fær hann á 0-1 úr mínu liði. Ok, þetta er spennandi. Maður sjá, hvað ertu með Meirís? Svo er ég með Þá ertu að væntanlega spila einhverjum ódýrum miðjumanni hér? Já, hérna er ég bara, það er svo sem ég geti ræðið þetta neitt eitthvað voðalega mikið sko. Þetta er bara Harry Winks á 4,5. Ég er ekkert voðalega hrifinn að því svona sérstaklega í byrjun að vera með 8. sóknarmaðurinn kosti meira en 4,5, hvort sem það sé sóknarmaður eða miðjumaður, eftir hvað kerfi þú ert að spila. Þannig að þetta er Harry Winks, hann fær sín 2 stig og hann þarf ekki að nota neitt en þá allan að fara þessi 2 stig ef svo ber undir. Heldur betur og svona kynnustu 4,5 milljóna leikmönnum í Ipswich og svona eftir sem að á líður, þannig að það gæti alveg einhverju dottið inn þarna. Það er leikmaður á 5 milljónir Morgan Rodgers í Aston Villa, ef þú vilt taka, ef þú ert einhverju svona rotation dotti. Ég er að pæla í einu eins og ég veit að margir er að pæla í nú. Oscar Bob. Ég meina Oscar Bob, Manchester City er að fara gegnum ábúinlega lengsta tímabil sem lið fer í því að þeir eru auðvitað á leiðinni í heimsmeistarakeppnina í Bandaríkjunum í júní. Það er alveg ljóst að Oscar Bob er að fara að spila töluvert því hún fær svona leikmann á 5 milljónir. Ég meina, come on. Eða hvað? Sko, ef þú ert með Haaland, bara Haaland, sem það,
þú veist, út með eitthvað pláss fyrir eitthvað 5 milljón króna gæja skiluru sem þú ætlar að byrja og svo getur þú bara geimt hann á bekknum þegar að missa sæti sitt í liðinu. Fine by me sko. En segjum að þú sért að taka kannski Guardiol með Haaland og ætlar kannski, vilt halda því opna, getur kannski tekið Foden eftir 2-3 umferðir. Þá vilt ekki vera búin að eyða 3. City-slottin í Óskar Bob. Þannig að það er svona pælingar. Ég gæti alveg trú að Bob verði í smá hlutverki hérna. Hann verður hlutverki, hann verður, það er talað um að hann og Savinho muni berjast hægri kantstöðuna þegar Foden verði meira svona notaður centrali og þá Bernardo Silva og Kevin De Bruyne þá bara að skipta henni miðstöðun á mótunum. Sérst fyrir miðið þessum 8-10 stöðum sko. En við munum sjá í stærri leikjunum þar sem Pep vill fá meira kontról og þá munum við sjá Bernardo Silva á kantinum sko. Þannig að þetta verður svona, en hann mun mjög líklega að spila leikina sem hún vill að hann spila. Ég nefnilega Léttuleikina, heimaleikina. Ég held að þú veist hérna, ég bobbarinn frekar það, en ok, þetta er náttúrulega liðið þitt og ég er náttúrulega þú besti fantasyspilar á landsins, hver er ég að gagnrýna þig og þín störf. Þetta er bara svona verið að rýna til gagns. Sko, hverju verða þarna frammi með? Leikmaður sem að ég held að sé eitthvað mest í no-brainer bara, ég held að veri allir með þennan, eða svona langflestir, það er Alexander Isak og sjóandi heitur á síðast tímabili, sýndi okkur að hann getur haldið still, spilaði síðustu 14 leikina sem er mjög svona óvanalegt fyrir hann, er á vítunum, þú veist, Wilson er meiddur, þannig að hann verður bara að spila 90 mínútur ef hann er fit. Ok, já, ég menna þetta er no-brainer. Ok, og svo er fengum við gjöf. Það var Dominic Solanke á 7,5. Þú kallar hann gjöf. Við sáum kerfi hjá hans í fyrra. Sóknarmaðurinn, þú veist þegar Richarlison tók stríkið sitt. Þetta lið er einhvern veginn, þetta er bara búið til að búið til færi fyrir nýjuna hérna. Þannig að hann á 7,5, Son er á 10, þetta er ódýr leiðin í sóknuna þeirra. 2 geggjaði leikir og ég held að Newcastle úti getur verið markaleikur líka. Þú veist, Arsenal heima, þú veist, og Arsenal hafi, ég veit ekki hvað mörg clean sheet á síðast tímabili. Nortland og Derby er alltaf markaleikir. Já, ég meina, ok, þetta er spennandi. But there's a problem. Þetta er nefnilega staðan. Og við getum ekki staðfest þetta? Nei, við getum ekki staðfest þetta. Þú skuldar 500.000 krónur? Ég skuldar 500.000 krónur og þetta er eitt af þessum mómentum þar sem ég væri til í að geta millifært inn á fantasy-turnana. Þannig að núna vantar mig 0,5 til að þetta lið sem mér líst rosalega vel á. Má ég giska hvar? Ég er ekki búinn að taka ákvörðun en svona bara svo við sjáum, þú veist, nokkri möguleika, það væri Munosin í 4,5 milljóna varnarmann. Robinson bara í 4 milljóna og þú veist, spila alltaf einum svona. Já, þá ertu svona alltaf með eitthvað gæja inn á sem að þið líður ekki alltaf vel með en fair enough. Anthony Gordon fyrir Marcus Rashford. Ef ég fylgi hjartan. Já, ég meina, heyrðu, þú veist, sko, þannig að þú ert núna bara situr heima og ert að velta þig fyrir hvar þú getur bara þessar 500.000 krónur. Já. Ok, og þú tekur þá ákvörðun eins og með þinni fjölskyldu, er það gert yfir blaðamannafundunum eða er það fréttir sem þú ert að lesa þig til? Já, þú veist, mögulega held ég þessu bara svona og Eddie Howe segir að Anthony Gordon sé touch and go og eitthvað svo leið, sko. Þá sé ekkert að marka neitt sem Eddie Howe segir fyrir það sem er að horfa á blaðamannafundi, sko. Hann lígur blákaltu í andlitið á þér. Þá mun það mögulega bara taka þessi ákvörðu fyrir mig, en Gordon í Rashford eða jafnvel en Kunku, Munos í 4,5 milljóna varnarmann. Þú veist, er ég að fara að sleppa svo langt að taka Munis í Fulham og einhvern veginn endur að þessu, sko. Það er ýmislegt í boði, sko. Ég ætla að sýna þér spennandi sviðsmynd sem hún getur gert ef hún til sleppa Erling Haaland. Bara, þú veist, að því að ég er að gæla við að sleppa honum. Ég finnst ég ekki geta sleppt stígaðasta leikmannum í fantasy í fyrra. Ollie Watkins. Hann er bara einhvern veginn, hann skorar, hann leggur upp og hann er alltaf busy. Ég, sko, ætla líka að spara peninga hér. Ég ætla bara að setja einhvern 4,5 milljónar center hérna inn. Förum bara hérna, því að þeir eru nú í alls konar vandræðum akkurat núna, Bournemouth. Ég ætla bara að henda hérna Jeppison, bara til að upp á þetta. Ég tek hérna Bukayo Saka út og ég færi inn Mo Salah. Hér
Ég hendi Anthony Gordon út hér, fer hingað í Bruno Fernandes hér. Það svo margir spennandi kostir í boði þegar að þú getur farið það. Gætir hérna sett inn jafnvel Son sko. Já, ég meina sko. Ok, þetta bara fair enough, en ég ætla bara að byrja til dæmis á Anthony Watkins. Það var enginn sem að, hérna, þú veist, lettum... Ollie Watkins. Já, exceedaði XG-ið sitt. Já. Hann var með ekkert eðla margar stóðsendingar, ég man ekki hvað það voru margar, þær voru eitthvað... Hann með 18 stóðsendingar, expected assist 4. Já. Hann bætir expected assist, sem ekki af því að hann svo góður slúttari, af því að samirhættin hans voru bara á okkur þannig róli. Þannig að þú tekur þessar 14 stóðsendingar í burtu, sko, þá svolítið staðanönnur. Annar með Ollie Watkins, hann er nýkominn tilbaka frá EM, brotinn, nýmættur til læginga. Hann náttúrulega stútfuttur og sjálfstöð. Já, ok, fyrsti leikurinn Vest á móti, annar leikurinn Arsenal heima. Akkur ekki að bíða bara með hann, taka hann inn hérna í þriðju umferð, Leicester, Everton. En ok, ég að hugsa þetta svona, ég að spá hér, Esi út og ég fer hingað í Tottenham og ég set Son inn. Þú veist, ég bara sýna þér hvað getur gert spennandi hluti hérna hér. Hingað fer ég að sjálfsögðu og ég ætla bara að reyna að teika þessa Óskar Bob veislu sem að gæti mögulega verið að bíða okkar. Babi. Já, þú veist, ég hef ekki efnaði að sleppa þessari veislu. Hér í vörninni, þá var ég aðeins búinn að skoða það. Ég kallaði mig crazy, en ég aldrei að fara að spila Daniel Muniz. Ég alltaf, af því að þú veist alveg hvernig ég með menn sem að drottna í teignum. Ég verð að taka Gabriel inn. Ertu ekki træddu við? Ég man hvernig hann hlýtur að hafa lært á öllu klúðrinu fyrra. Hann er með Timber. Hann hlýtur að læra á öllu klúðrinu. Fari í eitthvað svoleiðis mix. Þannig að, þú veist, Robinson, hann verður aldrei í mínu lið. Þú veist, hér, þú veist, ok. 5, það er reynda flottur strákur í Palace sem við getum hengið á 5. Já. Það er hérna, hér held ég að ég verð að vera með Butcherin. Já. Ég verð að vera með Butcherin. Er þetta liðið þitt? Já, þetta er svona sirka svona, einhvern veginn. En ég er bara svona að gefa það smá mynd hvað þú getur gert. Það er bara þannig. Án Erling Haaland. En ég skil þig og þitt fólk mjög vel að þú ætlir ekki í þessi átt. Og kannski bara fyrir fólk að ég ætla að hreinsa út. Sko fyrir mér var stór ákvörðun að skilja Mo Salah eftir. Já. Jafnvel þá ég sé með Haaland. Já. Bara svona tilfinningabönn sem eru svona mynda við hann í gegnum tíðina. Oft skila manni ansi góðu. En það til dæmis, það sem ég gæti gert væri að selja Gordon fyrir Óskar Bob og þá ertu komið með nóg fyrir Saka. Já. En þá ertu í vandræðum leið Óskar Bob missi sæti sitt í liðinu. Hvað ætlar að segja, hvaða skilabóð hefur þú til þeirra sem er að velta þig fyrir sér að fara í þetta fantasy án Erling Haaland? Ég er með þau skilabóð að í annar umferð þegar hann mætir Ipswich heima að fara bara á Hollstrandir eða upp á Hálendi þar sem er ekki símasamband eða netsamband og vera þar bara og svo sjá bara hvað gerðist þegar þú kemst aftur til byggða sko. Allavega ekki horfleikin því að ég get ekki mælt með því. Nei. Það er margt í þessu, þú varst með Gordon og þú varst með Harry Winks. Hver var aftur fjórði hérna hjá þér? Það var Eze. Eze. Já. Það er hérna. Fyrir við hérna. Eze, svo höfum þetta bara hérna. Harry litli. Winks. Og svo vorum við með hérna Ramdam. Já. Svo langi og mér vantaði 0,5. Ok, segjum bara hérna þetta segjum við bara, ég set bara einhvern vandi venn, sem er aldrei að vera svo sem, bara svona Saka, ef ég ætla að hafa hann sem Sala bara svona, ég sína bara fórnirna sem að þarf að færa og þá erum við með sko hérna vantar mér 2,5, það væri til dæmis Gordon í Óskar Bob, það væri Trent í 4,5 miljóna varnarmann. Þannig sjáu það, ég finnst einhvern veginn munurinn á Saka og Sala
ekki það mikill svona fyrirfram að það réttlæti 2,5 í mun á verði. Til að byrja af því að við erum með þessa gjöf sem að Diogo Jota er að koma og hann mun Diogo Jota mun gefa helling. Það vekur auðvitað athygli held ég margra því að við öll áttum okkur á því að þú getur bara verið með ákveðið marga premium leikmenn inni. En þú veist, Cole Palmer eða Penmer eins og ég kalla hana þegar hann tekur svo mikið af vítum. Ekki pendið? Góður. Þetta er eitthvað mesta hækkun sem við höfum séð. Þetta er ótrúlega hækkun. Hann hækkar 5,5. Byrjar hann ekki 5? Share value. Sko, Cole Palmer 10,5. Þetta er rosalega hækkun eins og við segjum. Endurstu vítum. Já, þeir náttúrulega fá alveg óeðlilega mikið magna vítum í fyrra. Svona með bara meðaltal og annað. Þannig að við erum eftir að sjá hann í hvað hlutverki verður hann hjá nýjum þjálfara Enzo Maresca. Þú veist, hann er komin í 10,5, hann er að keppa við Saka, hann er að keppa við Son, hann er að keppa við Foden í þeim verðflokki. Hvort ég muni einhvern tímann vera með Cole Palmer, ég muni að sjá þú veist, þessi leikir hérna frá annar umferð sko. Þú veist, þetta er náttúrulega bara algjör veisla sko. En þú getur eiginlega ekki verið með Cole Palmer og ætlar líka að vera með Salah, Holland. Það er mjög erfitt að ná þremur. En hefur ekkert verið að horfa hér í Nkunku? Ég meina, Kristoffer Nkunku, hann hefur verið í veseni með að halda sig heilum. Já, talandi að spara 0,5, ég meina Gordon í Nkunku er eitthvað sem ég var alveg til að skoða. Það er kannski þessi leikur mútið City í fyrstum fyrir svona aðeins fráhrindandi. Þeir eru að kaupa Osimhen, það er svona líklegt að það gangi í gegn og þá er spurning hvað, ég held að hann byrja nefnilega frammi á móti City og svona hvaða stöðu hann verður í, hvort hann verður út á kanti eða fyrir aftan Atta Center og Palmer út á væng. Er þetta leikmaður sem þú getur orðið í? Nei, ég er ekki að skoða þetta. Nkunku bara flottur og útiloka ekki hann endi í liðinu hjá mér á föstudaginn. Langar þið ekkert að skoða þennan hérna? Jú, þetta er það sem ég talaði á hann, 0,5, Gordon í hann, það er sviðsmynd. En svona ef við bara tölur hreint út, ef ég var ekki stuðningsmaður Manchester United þá var ég ekki einu sinni að Nei, en þú veist að hann er að fá mikið af mínútum í byrjun. Já, og þú veist, ég meina ef þetta fyrir að nýta þessi færi, ég meina færi sem að klúrar á móti City. Þessi farið að skora. Alejandro, hann er allavega mikið að leggja upp, 6,5, alveg klárlega eitthvað sem að Ertu með einhverja leik, þú veist, eins og fyrir marga, þú veist, með þessi 4 milljóna bara á þess að fá skoða eitthvað í skjánum sérstaklega. Ertu með einhverja 4 milljóna varnarmenn sem að bara svona, heyrðu. Þeir eru bara þessi tveir. Þú veist, Harwood Bellis eins og við nefndum áðan, Wout Faes, þú veist, Jannik Vestergaard mögulega. Þú veist, ég held að sé ekkert mikið meira en það kemur þó bara í ljós, sko. Budget framherji sem þið líst eitthvað vel á? Ætla að fara í framherja, þá myndi ég... Sá ég ekki hérna... Það er eiginlega enginn sem er undir 5,5. Nei. Þú veist, sko, Patson Daka er á 5 en hann það byrjar hérna tæpu, sko. Já, það er að tala um að Maldini byrjar fremstur á mándaginn á móti Tottenham. Ódýrir sóknarmenn. Ef við fyrir í 5-5 flokkin þá erum við að tala um Adam Armstrong í Southampton. Raðaði minni í Championship í fyrra og er á vítunum. Í João Pedro, hann er vítaskipt af Brighton. Það er bara spurning, við vitum ekkert hvernig ekki Hurtseler, hvernig hann verður svona með þetta rotation eins og þetta er Serbíu nú mikið að gera. Við sjáum að Bert Verbruggen er átt, var einhvern tíðan að taka Jason Steele fyrir 4,5 í markið eða ertu bara liðið bara vel með þetta? Þú hefur eiginlega aldrei pælt mikið í markvarðarstöðunni í þessum leik? Jú. Ég er bara búinn að ákveða yfirleitt fyrirfram að markmaðurinn minn á að kosta 4,5. Það er bara, þú veist, limit er að hvað markmenn geta, skilur, þú veist, þeir skora ekkert eða leggja upp eða þú veist, neitt þannig, sko. Þannig að þetta er eiginlega bara, þú ert bara að safna sem mestum stigum per miljón og geta eitt pening manna. Þannig að João Pedro, Adam Armstrong, Rodrigo Muniz í Fulham, ég mun nú hvernig hann kom inn í fyrra, hann er á 6. Hérna er leikmaður sem að ég hefði verið pottinn með að Solanke hefði ekki farið í Tottenham, þá hefði Muniz verið í liðinu. Ég dreif frá þennan mann upp. Já, þá ætla ég að sýna þér hérna. Fyrstuðið. Já, þetta er ekki, öskrar ekki á mig, það er svo mikið að kostum á sama verði, sko. Já, Rodri er komin upp í 6,5, þessi leikmaður líklúkar og mjög heitur núna í byrjun. Já. En þá er bara sama, það er náttúrulega Gagbo hérna og Darwin og svona, einhver er að tala um Declan Rice, skilurðu, en á 6,5. Er einhver leikmaður sem bara svona, þú svona hefur einhver grun að springa út? Einhver svona sem er ekki hérna og svona þú ert bara svona, heyrðu, ég er ansið hræddur að hann sé að fara að skora helling í ár
Sko, það er eitt sem er að fara að byrja hérna. Sko, Morgan Rodgers þarna á 5 í Villa. Já. Þú veist, hann er leikmaður sem er búinn að vera mjög heitur á pre-season. Þessi á eftir að byrja. Gæti hann ekki byrja á skori fyrstu umferð? Hann er, þetta er svona, ef allar taka hann eitthvað, verður að taka hann í byrjun. Það verður að taka hann í byrjun. Og ef að pælingin er að halda honum eitthvað áfram, þá verður að treysta því að svona hit the ground running, sko, og stimpli sér bara inn. Því að þetta er svona gæði sem er fyrstur úr liðinu. Þetta er eiginlega bara svo Oscar Bobby í City. Þetta er auðvitað að taka hann úr byrjunarliðinu. Sko. Okay. Við slum bara setja upp liðið eins og það er hjá þér og þessi sem vantar þetta var í Bukayo Saka, ekki? Jú. Bukayo litli. Og þetta er hérna... Þannig erum við búin að finna lið sem við getur endirað. Já, en við getum takið einhvern annan hérna. Tökum bara... Ég er svo hrifinn á honum. Höfum Múnasinu hérna. Já. Og við ætlum að skilja við þetta svona með 500 svona skuld. Tökum hérna, nei býtu, ég ætla að hafa hérna. Svona. Rashi. Höfum hann bara inni. En hér ertu með hóp sem hún getur hendi í gang. Og þetta heitir bara Epic. Það er ekki hérna? Jó. Svona. Og hér er þetta. Hér er þetta. Já. Og sjáum hérna, svo við... Bara gerum þetta eins og menn. Gerum þetta eins og menn hérna. Það erum við með þetta svona. Við höfum hérna Robinson sem fyrsta. Væri gaman að vera Hákonan inn? Já, við kennum það. Það var þetta hérna bandi og það er eitthvað sem við höfum ekki rætt. Ég sé að Erling Haaland á bandinu. Já, það er nú bara svona átt og ég veist, ég svei mig þá að ég verð ekki bara með þetta svona. Þessi jafnvel væs, sko. En, já, ég er ekki viss að Rashford verði þarna ef ég fæ jákvæða frétt með Gordon þá held ég honum inni og finna einhvern annan. En já, einhvern veginn hallast eða ég þurfa að fórna Múnaskallinum en sjáum til. Ja, þetta lítur vel út, þetta er mjög ólíkt mínu liði, bara út af þessar stóru Haaland ákvörðun. Það hefur áhrif á allt annað. Já, ég ætla líka að finna bara leið þá til að geta sett hann inn fyrir -4 í annar umferð. Þú þarft. Já, ætlar að gera það. Ég ætla bara svona að skoða þetta allt, ég mun skoða allt. Ég ætla að taka alla steina og ég ætla að velta þeim. Já, en ég er svo, ef þú tekur Haaland ekki í fyrstu umferð, þá ertu ekki að fara að vera með hann í annarri. Það er mín skoðun á. Það er alltaf erfitt. Það er erfitt að setja 15 milljón pundar mann að einn einhvern veginn. Ég átta mig algjörlega á því. Spara ekstra 6 milljónir eða hvernig það er. Þannig að þú ert bara að segja, gleymiðu hugmyndina að vera ekki með hann. Ég sýndi þér alla spennandi kostina sem hún getur verið með á þess að vera með hann. Já, en sko í einhverju tímapunkti, þá held ég muni losa hann og dreifa fjármagninu á aðra stöður. En einhvern veginn á þessu tímapunkti, þú veist, Foden, Palmer, skilur þetta er þú getur sett, þú myndir alltaf vilja hafa Foden þarna inni eða Son eða eitthvað svona, eða skilur við. Það er bara eitthvað við þessa byrjun. Haaland er búinn að fá pre-season og já, mér finnst ég verða að hafa hann. Liðið á Ponsun er klárt. Það verður official Epic Team Reveal í Keiluhöllinni á föstudaginn þar sem að Ponsun mun mæta upp á svið, taka nokkur lög, aðeins að peppa upp mannskapinn og Team Reveal. Já. Og þá veitum við ekki missa því. Það mun eitthvað breytast. Það mun eitthvað breytast. Við sáum það, ég var eftir að hugsa þessa 0,5 breytingu eitthvað. Já, þessar 500.000 krónur. Já, við fáum hérna einhverjar fréttir sem munu áhrif á þetta. En hérna, já, þetta er eins og þetta stendur. Þú seldir mér þetta svolítið með Gordon líka. Thank you. Það er reynda geggjað fixture sem hann ásamt. Já. Tökum þetta svo að vonandi bara hverju viku hefur verið fantasy tímabilið. Verið sæl.